Ástamánuðurinn heldur áfram. Hann heldur alltaf áfram hjá okkur. Af því að dagarnir ekki búnir. Nei. Það bara komin konudagur núna. Já. Hann að koma. Já, hann leiðinni. Já. Við vorum að klára valentínsdaginn, og Galentines og allt þetta skemmtilega. Og núna erum við að detta í konudaginn. Það er nóg að gera. Það er nóg að gera. Já, þess vegna er þetta bara okkar þema, ástarmánuðurinn. Gaman að taka skemmtileg pör og ógeðslega gaman. Tala date og bara svona heyra frá þessu fólki. Ég veit, það er líka svo gaman einhvern veginn svona að heyra annarra manna dýnamík. Já. Þú veist, að því að maður er bara svo vanur sínu þegar eitthvað svona, já, nei, þú veist, þetta er svona í mínu sambandi og svo þegar maður heyrir þetta svona öfugt hjá okkur öðrum með eitthvað. Já. Það er skemmtilegt, sko. Algjörlega, og finnst þú veist, hvort maður tengi við eitthvað, tengi alls ekki við eitthvað. Já. Já, það er bara alltaf mjög skemmtilegt. Það er mjög gaman, sko. En við áttum góðan valentínsdag og góðan Galentines og búin að eiga skemmtilega daga og vonandi að vera bara kondagur nokkuð góður líka. Já, það er bara spurning hvort að þeir muna eftir því. Já, hlýtur að vera. Já. Sko, þess að núna er Unarsvika í gangi á Blöss og það er svo mörg íslensk fyrirtæki sem, þú veist, auglýsa svo mikið sem ætti að hjálpa allavega nokkuð gaurum. Ég vona að sé þeirra algoritma. Já, ég vona það, þú veist, eins og bara ef við með samkaupsappið. Ég get ímyndað mér að komi einhver tilkynning að þessi konudagur og þeir geti nýtt sér afslátt, skilurðu, þannig að ég vona það, sko. En eins og Blöss er núna með Unarsviku frá núna 17. til 23. Já. Það er 20% af nánast öllu. Nánast öllu. Þú veist ekki gjafabröfum og eitthvað svoleiðis. Nei, en öllu öðru nánast. Já. Þannig að það er bara geggjað. Já, bara nýta sér það. Já. Henda sér í kannski eitthvað reset eða eitthvað svona. Já. Eitthvað nýtt tæki. Maður svona fekk eitthvað nýtt fyrir valentínsdagur, maður veit líka nýtt fyrir konudaginn, sko. Já, þess að ef þú skeist með valentínsdagar, þá ertu með eða bara gera eitthvað meir, eða meir, já, gera bæði algjörlega, en það er alltaf sniðugt að nýta sér 20% afslátt, sko. Já, það er bara perfekt afsláttur. Já, það er alls konar í búðarna til þess að krydda upp á kynlífið. En í konudagur, þetta er svona, þú veist, ég veit ekki, erum við öfugar við allar Íslendinga, en ég hef meiri expectation gagvart valentínsdagur heldur en konudaginn. Já, ég líka, en samt gerum við bóndadaginn alltaf ekki að get næs. Þannig að, já. Hvað gerir við bóndadaginn? Jú, þið gerðu, þú Jóa. Eldum steik og eitthvað svona. Já, og vorum með eitthvað svona bjórsmakk. Já, vorum með bjórsmakk og þeir voru rosalega ánægð með það. Já. Þannig að þú veist, hvað gæti Bensi gert fyrir, ef það var Jóa með líka? Hvað geti þeir vínsmakk kannski? Það er svona eitthvað, já. En það er bara svona, kannski aðeins, ekki eins auðvelt og bjórsmakkið. Nei, heila flöskur, það er alveg svona mikið. Já. En gaman. Vissulega, en kannski getum það bara tappa í það. Já, kannski. Já, en þú, hvað mynd þú vilja núna, þú veist, alveg vel á leið og svona, þú myndir ekki vera vínsmakki núna. Nei, það væri ekki í lagi. Nei. Við kunnum vera bara, það er vínsmakk vinkona mín. Það er svona reyndar mjög góðar óáfengar flöskur í Netto. Það er reyndar rétt. Já, óáfengt vínsmakk. Já. Gæti. Allavega poppa inn. Já, algjörlega. 100%. Þessi sem ég gaði er hérna á áramótum. Hún er úr Netto, sko. Einmitt. Herru, tjekkið þangað það er líka til litlar. Já, nákvæmlega. Það er drókslega sniðut. En já, bara, þú veist, að fullkomin dagur er bara, þú veist, góðu matur sem er náttúrulega bara hægt að kaupa í Netto og óáfengt, greinilega. Bara geðveikt, svo þetta fara þangað og kaupa það líka. Og svona með matnum, þú veist, að því að það væri bara kannski bara til í eina bara heiðalega kók, bara venjulega kók. Já. Skilur? Svona trít, svona bara sigurkóki. Já, bara, þú veist, það er konundagur, skilur? Þú veist, ég er ekki að fara í vínið, þannig að okkur ekki bara kóki. Einmitt. Bara gett. Já, eina heiðalega Coca-Cola, og það bestis í eftirrætt. Always með nóg dífu. Hellinga dífu. That's the trick, sko. Craving it right now, sko. Já, ángríns. Bara það allan í eftirrætt, þú veist, hvað væri í aðalrétt fer eftir stemmingur minn þann dag. Ég get ekki svaraði núna, skilur. Hvað maturinn ætti þannig að vera, það þyrfti bara að fara eftir stemmingunum minni þann dag, sko. Allavega ekki fiskur. Nei, ekki fiskur, ekki trátt. Nei. En þú veist, stundum er ég bara geggjustuð fyrir pítsu eða enchilada eða... Það er líka að gera pítsuna svo romantíska, sko. Bara, það er hana hjartalaga. Já, einmitt. Það er hægt, sko. Svo enda ég alltaf kvöldið á Happy Hydrate. Þú veist, og... Sérstaklega búið að vera eitthvað salt í matniðinum, sko. Já,
og ef hann væri bara búin að blanda gett vel með nóg klökum setja þessi sítrunusneið út í bara svona romantized happy hydrate gett bara alls konar sko og svo ekki gleyma að hann alltaf ætti bara þú veist fari allt þetta stús ná í þetta allt á gólegu bílnum okkar Vá, því litt flagg Nei, það bara þannig styrktaraðilarnir okkar eru þú veist generally hluti sem við elskum og dýrkum bara 100% og þannig að þú veist það bara allt partur af mínum drauma konu degi as of right now sko sammála, þetta hljóma bara dásamlega allt við þetta Ég tók Gunn út að borða, hann mætti líka alveg gera það skilur og vera með eitthvað, veist, ég fór í Netto og keypti jarðarberjasúkkulaði Það er alltaf gott svona eftir á eftir að hún búin að borða Ég held því bara sko, þú ert alltaf að tala jarðarberjasúkkulaði Ég held í alvörunni, ég og Bensi aldrei gert það Í alvörunni? Þetta bara svona klassískt, ef ég þarf að vera rómantísk þá ég bara þetta Ég sá hann í Lofvalinn daginn, það svo ég svona geðið gyrnileg jarðarberjasúkkulaði, ég var bara djúvill langar mig í þetta Það svo gott. Ég aldrei fá það. Sko, mér finnst það ekki gott að vera svona búin að græja það. Nei, mér svona fresh Já, bara. Ég vil bara svona, þú veist, ég sker bara jarðarberin í litla bita og svo er ég bara með svona litla svona kökugaffal. Já. Og svona, þú veist, bara svona dippa onni sjálf, þannig að súkkulaði ennþá heitt. Já, ég fæ svona smá svona súra tilfinningu að hugsa að taka heilt jarðarber. Já. Ég ekki með þannig. Ekki? Nei. Að taka heilt jarðarber svona það getur alltaf möts. Já, ég segi, þú veist, ég geri það ekki þannig. Ég sker það í bita og tek svona eitt lítinn bita og dippa. Ég fíla alveg svona hart súkkulaði, sko. Já, ég fíla það líka. En svona ef ég á að gera heima þá að vera svona heitt. Það er líka ekstra næs, sko. Já, svona en ég væri bara til í að koma heim og það væri bara búa það til fyrir mig, ég sko ég meina. Já. Bara svona tilbúin, ég gerði svona, og fengið mig kampaðin með Það bara draumur. Já, það var andurs draumur. Það er ekki erfiði draumur. Nei. Þetta er ekki high maintenance, sko. Nei, þetta er bara mjög einfalt. Já. En já, bara... Besti stífuna. Besti stífun, geðvikt. Bara hún á jarðarber, sko. Það er bara að búa til falleg... I know. Menn að gera þetta. They will. They will. En já, þessi þáttur... Hann er mjög skemmtilegur. Já, mjög skemmtilegur. Það er gaman að fá, eins og við tölum að fá par, sko, og halda áfram ástarþemanu. Þetta er Júlí Heiðar og Þórdís. Ég held svona flestum kannast við þau. Ef þau kannast ekki við, ef þú ert okkar aldrei og mann skal skipta Júlí Heiðar og blött dansgólf. Já. Kannski. Hver veit. Það er allavega mín fyrsta minning af honum. Það ekki? Jú. Já. Svo líka hann söng hann í Christmas Axel kom tilbaka, mástu þegar Christmas Axel gerir kom tilbaka með Júlí. Já, iconic. Já, iconic sko. Hann, já, og Þórdís leikona hefur verið í alls konar leikritum og líka Reykjavíkudóttir. Einmitt. Þau eru par. Bara algjör power listapar, sko. Já, listapar, það er gaman, sko. Já, mjög skemmtilegt. Og erum við eitthvað svona saman í söngukeppninni núna og það var bara ógeðslega gaman að ræða við þau. Þeirra svona samband... Dýnamík. Já. Ekki bara skella ykkur þetta hérna? Jú, bara gera svo vel. Þá segjum við bara, Júlía Þórdís, velkomin í Teboðið. Takk fyrir. Herru, það er mánuður ástarinnar og þeir eru náttúrulega par. Jú, það passar. Fyrir fólk sem veit ekki. Það er ekki bara eitthvað frænd fólk sem var að mæta. Nei. Já, sískinni. Við vorum nú alltaf kölluð, sko. Við vorum kölluð í Listaháskólanum. Vorum við kölluð Disney-tvíbarnir. Nei. Það var náttúrulega áður en við byrjum saman. Já, vissulega. Núna hljómar þetta ógeðslega, það var alveg fyndið þá. Mér finnst það ennþá fyndið, sko. Já, þetta er eiginlega kannski bara fyndnara núna. Þið voruð saman í bekk? Já. Ok. Með Aroni. Með Aroni, já. Áður hann þurfti að fara í annan bekk. Já. Hann gerði það nú 2 ára, það ekki? Var það ekki? Jú. Gott að hann er að trúða sér hvað Teboðið. Það er alveg magnað. En já, jú, einmitt. Ok, þannig að af hverju voru að kalla Disney-tvíbarnir? Að við vorum alltaf að syngja eitthvað Disney-lög og eitthvað. Syngja Disney-lög og dansa. Í grunninn erum við bara cringe. Já. Við erum bara svona söngleikja dúllur eitthvað. Theater kids. Theater kids, já. Nei, það er bara gott. Nei, já. Það er alveg verið smá trending núna. Já, það er það. Með Wicked og Timothy Chalamet þá eru fólk alveg... Það er að taka þetta inn. Já, það er að taka þetta inn, sko. Það er aðeins nettara. Já. Sem er gott. Já, það er gott fyrir ykkur. En byrjuð þannig að þið búin að þekkjast lengi. Já. Síðan við, hvað er langt síðan? Hvenær byrjuð við Listaháskólanum? 2015. Já. Það er 10 ár. Já. Vá.
10 ára afmæli. Vá, það enda rosalegt. Vinaafmæli, já. Þú náttúrulega bara vini fyrst. Já, við kynntumst mér svo gaman að segja þessa sögu. Já, ég veit það. Því að þetta eru 3 þrep í listaháskólanum, þú ert að komast inn í skólan. Síðasta þrepið er þannig að þú ert að leika senu á móti einhverjum. Og við vorum sett saman. Við vorum sett saman. Og leikum senu. Og þekktumst ekki neitt þá. Ekki neitt. Hittust á einhverju kaffihúsi og vorum að fara aðeins yfir þetta. Þetta var sena sem var frekar brútal. Ég átti að drepa hana í lok sinnar. Og leikum þess að sinna svona rosalega vel og komast inn í skólan. En þetta voru okkar fyrstu kynni. Ég að kirkja hana át á gólfi í listaháskólanum. Varst þú að leika móti eða? Já, bara full on eitthvað. Þið bara, já, vá. Já, og þarna var þetta sko. Þarna kveiknaði neistinn. Nei, alls ekki, hann kveiknaði náttúrulega alls ekki þarna. Nei, alls ekki sko. Mér fannst þú ekkert eitthvað, þú veist, þú varst ekki mín típa sko. Nei, og er ekki ennþá. Nei, En ég held að það sé mjög góð grunnur sko, þú veist, að því við byrjum bara að vera vinir. Það er held ég bara... Þú veist, það er mjög successful, vil ég meina. Sérstaklega fyrir mig, því nú er ég svona frekar erfið típa, sko. Það virkar svo vel að byrja með eitthvað svona vini sínum sem að veit bara, þú veist... Hvernig er að ganga? Hvernig er að ganga? Það er ekkert surprise. Já, það er nefnilega svolítið gott. Það er mjög gott, sko. Já, þetta var skrautleg byrjun, sko. En góði vinir í mörg ár og svo... Svo bara byrjaði við saman. Já, það var bara svona, viltu byrja með mér? Já, ok, gerum það. Nei, ég er að tjóka. Ok, nei, það var alls ekki þannig. Nei, hvernig var það? Segðu okkur nú aðeins, hvernig var það? Þú varst eitthvað anskotin í mér, óvart. Hversu mörgum árum setna? Það er alveg hvað, þá erum við útskrifuð, sko. 6 árum setna. Útskrifuð úr skólanum, já. Við vorum alltaf bara, ég var í einhverju öðru sambandi og þú í öðru sambandi og eitthvað í skólanum, sko, vorum ekkert að pæla þannig. Svo eftir útskrift þá fyrir við að vinna saman og eitthvað og þú voru skotin í mér, var það ekki þannig? Byrjaði þannig, hann var skotin í mér. Ég er búin að segja það, hann var skotin í mér. Og þú sagði mér það síðan einhvern tímann þegar ég var komin úr sambandi og þá fór ég í svona classic svona eitthvað, ég þarf að vera ein eitthvað, leið mér að vera ein, ég ætla bara, þú veist, að fara og búa ein í smá stund og bara vera með stráki menn og eitthvað. Og hvernig gekk það, Dísa? Það gekk ekki nógu vel einhvern veginn, þannig að ég bara hætti, þú veist, við það eftir smá tíma, samt, ég tók nú alveg, já, ég tók svona smá, ég þurfti bara svona smá time off og Júli beið bara. Þú ert líka mjög hann er rosalega þolmaður. Hvað stjörnumerki eru þið? Hrútar, bæði. Já. Ok, þannig þið ættu svona bæði að vera frekar þrjósk. Og kallar er ekki alveg eins. Nei, ég hef heyrt að hrútastelpur sé the worst. Já, þær eru það. Við erum það allar. Það er bara sem ég á stelpur. Hún er fiskur líka og hún er að koma sér en hrútakonur eru vestar. Nei, en það eru kallafiskandi sem eru vestir. Já, trú. Þeir eru alveg, já. Þeir eru alveg bara, eitthvað. Segir sagan, en þú veist, stelpa mín er hrútur, þannig að þú veist, ég sé alveg í henni, skilur. Já, þær eru kannski svolítið scary líka bara, þú veist, þær eru svo óþolinmóðar og svona geta verið aggressive, sko. Þú veist, það er bara svo mikill eldur. Það er eldur í okkur. Já, þannig að þú veist, við erum alveg, og þú ert alveg þannig líka, þú ert bara mjög þolinmóð við mig, en þú ert samt alveg svona, já, hvað, ég er ekki rísandi, hvað var það? Sko, ég er búin að vera að hlusta. Ég man ekki hvað ert rísandi, ert ekki vaspir eða eitthvað? Besserwisser. Ertu besserwisser? Nei, kannski er ég að rugla. Nú man ég ekki, ég man bara ég er rísandi meja. Ok, það er blanda. Já, það er smá blanda. Það er eiginlega hræðilegt, sko. Þú veist, ekki setja á meiðunar, þær geta alveg verið erfiðar, sko. Mamma mín er meja, sko. Þær eru svo smámunasamar, sko. Já, pappinu mig alveg versta mannski sem veit sko. Ándjóks. Það komið náttúrulega að setja fjölskyldu sína. Ég er hægt. En já, ég veit ekki hvað ég er rísandi, en það er örugglega flott bara. Ég man það ekki. Allan þegar ég las stjörnukortið, þá náttúrulega meikaði þetta bara allt sens. Allt sens, já. Já, þú varst að lesa það fyrir mig. Já, og þú varst líka bara, wow. Þetta meikar allt sens. Oh my god. Þetta er speki, mikil speki. Maður er ekki að trúa þessu. Jú. En nú er þið eina stelpu saman, það ekki? Jú. Hún er naut. Ok. Ég veit ekki með það. Mamma mín er naut, sko. Þau eru ógeðslega þrjósk. Mjög þrjósk, já. En mjög jarðbundin og þú veist, hún er alveg svona, hún er jarðtengimann, sko. Þú gerir það. Já, ég fór til spákonundaginn og hún já, í fyrsta skipti. Og hún sagði við mig, sko, að dóttur okkar ætti eftir að verða
hún á eftir að fara í tónlist en hún mun vera mjög stjórnsöm því að ég mun ekki fá að ráða neinu þannig að það verður eitthvað skrautlegt sko. Það er erfitt að fá ekki að ráða. Hún finnst það, já. Þið finnst alveg erfitt að fá ekki að ráða. Þú vilt alveg ráða, sko. Ég vil svolítið ráða, sko. Líka. Þess vegna þetta svo gott. Þetta við mætumst á meiri leið, sko. Ég held samt að þú sért meira aggressív í að fá að ráða. Ég fer svona krókaleiðir að stjórnseminni, sko. Já, bara lúmskari. Ég bara, no bullshit. Já. Það þetta alveg góðu kostur að geta lúmskur líka, sko. Smikt sér á neina milli. Puppet master. Já, puppet master. Guð, það er hræðilegt. Já, það er hræðilegt. Þannig sé þá betra að vera bara, ég frek ákveðin og já, kannski er það bara betra. Já, ég er bara no bullshit. Já, þú ert það. Mun harðar en ég. Já. Þannig að þið eru búin að saman þá hvað lengi núna? 4 ár eða? Já, 4 ár? Já, eitthvað þannig. Ég er mjög lélega að muna svona hluti. Við erum búin að búa saman í 3 ár. Já. Við fórum mjög fljótt að búa saman líka og trúlofa okkur og svona sumir svolítið æstir með það. Ok, ég er líka trúlofið. Já. Það mikið með það. Þess að segja, Júli er svo mikill rómantíku, sko. Ég er alltaf bara, wow, róaði. Ég fannst, sko, það var einmitt eitt svona... Þú ert langt frá mænum, ekki? Það var einmitt eitt svona, Þú ert líka bara tóðan tíðin. Sko, það er tóðan til mín það. Sko, þegar ég baði hennar, þá var það þannig að hún var að klára sína fyrir norðan og sko fyrsta sýningin okkar eftir útskrift var í því leikhúsi á því sviði og þá vorum við að leika par en ekki byrjuð saman eða farin að þú veist, það var enga tilfinninga þá sko en síðan heldur hún áfram fyrir norðan að leika og það stemdi allt í það að þetta væri síðasta sýningin hennar fyrir norðan sem það reyndar var ekki Nei, en svona við heldum það allavega þannig að mér fannst frábær hugmynd að þegar lokasýningin hennar væri búin þá fær allir svona lokasýningapartí þá ætla ég að draga hana niður á svið og biðja hennar á sviðinu. Það er alveg svolítið sætt. Það var enginn í salnum. Nei, ég nefnilega sko Guð minn góður, ég hefði lappað út sko. Bróðir hennar hafði mestar áhyggjur af því að ég væri að fara upp á svið Bróðir minn var í kvíðakasti í viku að hann væri að fara sko upp á svið fyrir framan alla í þegar allir var að klappa og hann myndi koma, þá hefði ég þá væri ég ekki hér Nei, ég hefði fyrir því að gera það ekki sko, það hefði verið smá svona Ég get það ekki, ég er nefnilega alveg prívat með ýmsa hluti sko Já, sumir fíla aftur á móti Já, og það er bara geggjað Það er bara flott sko En ég hef ekki verið ánum með það Hvernig leikrit var þetta? Sem að ég var í þarna Þetta var Skuggasveit elsta íslenska leikrit þetta er bara svona mjög gamalt leikrit Jón Gnarr var að leika aðhlutverkið kongalegt en þetta er að trúlega sig og fyrsti maður sem hittir Jón Gnarr eitthvað til það er svona stóra kampaðinsflösku bara það gekk allt sko þannig að já, þetta var svona en þetta var mjög, sviðið var mjög fallið það var allt í svona gömlum leiktjöldum þú veist, já, leikmyndin var mjög fallið þetta er ótrúlega og munir þetta því að mér fannst einhvern veginn eins og það verið svona allan tíma bara hvað er að gera já, ég fór út úr líkamannum mínum í smástund en ég man alveg hvernig þetta var svona sirka en þetta var ekki, þú veist, byrjandis bólfur eða eitthvað nei, það hefur verið skrítið bara í búningu bara klætt sem 7 ára barn smekkbuxum það hefur bara verið mjög skrítið sko, Daði Dreki mætt að svæða það er ræðilegt nei það var ekki svo leið sko en svo fórst í Chicago eftir það já, ég hef bara byrjuð gert það þá nei, þetta var bara meant to be þú vildi gera þetta þarna sem var mjög, þetta var svona fallegu staður ég vildi hafa Jón Gnarr á svæðinu hver vill það ekki þetta er góð pæling og byrjuð þetta gerast hvenær? Fyrir 2 ár? Nei, hvað séu þið? Ég vistu það, ég man það ekki það gerist 30. apríl 2023 ok ég man ekki eins og í dagsendinguna sko, ég er algjör sögur Ég held að bara hvenær trúlofuðum við okkur aftur ég man ekki, 30. apríl Já, en þú fórst sko, máli er að hún var líka sniðið sko af því að ég færið þér hring Já, svo gaf ég honum hring líka Já, áramót Já, ég get alveg verið rómó Það er sætt Já, þú áttu alveg þarna, það kemur og það er yfirleitt bara svona mjög sterkt þegar þú gerir það sko gerist ekki oft Já, það var eitthvað þá fannst mér langa að hann væri líka með hring af því þú ert svo mikill romantíkur sem ég fannst bara það passa sko Mr. Cute Mjög cute En þið eru ekki búin að gifta ykkur? Nei Eru þið með eitthvað plön? Við þurfum kannski bara að finna tíma og svona aðeins draga úr ferðalögum og safna fyrir því Það er dýrt að gifta sig einhvern veginn Já, það er alveg
líka maður einhvern veginn, þú veist, en maður ekki líka með svo mikla væntingar, þú veist, maður það líka kannski bara aðeins að, þú veist, maður vill hafa svo mikið í gangi eitthvað. Við erum líka bara með alls konar hugmyndir, hitt og þetta sem við viljum gera og svona. Við erum ekki búin að hafa mikið tíma til þess að spá hvernig við viljum gera þetta. Nei, það kemur. Já. Þið voru að koma frá Tælandi, eða ekki? Jú. Já, hvernig var? Það var geggjað, já. Ógeðslega gaman. Þú varst að fara í annarskipti. Já, ég var að fara í annarskipti. Ég dreg Júlí alltaf með eitthvað svona, í eitthvað svona ruglferðalög. Sýna mér heiminn. Já. Ég nefnilega hafði ekkert ferðast mikið fyrir að við fórum að vera saman. Aldrei farið út fyrir Evrópu. Í alvörunni? Svo hún búin að draga mig núna. Hann alltaf bara lítil sveitatúla líka. Hann úr Þorlákshöfn. Hann bara lítil sveitadrengur. Já, þannig að ég dró hann til Tælands og það var bara æði, sko. Ég bara vilja vera lengur. Við komum heim beint í einhverja rauða viðvörun og... Já, einmitt. Já, það var eiginlega svona... Við hefðum eiginlega átt að framlengja. Ég sé smá eftir því. Hvað voru það lengi? 3 vikur. Það er svona lágmark. Rúmar 3 ár, já. Það er algjört lágmark. Við hefðum bara að taka mánuð. Já, eiginlega. Það hefur verið fullkomið. Sko. Var það ekki næs? Nei, það var geggjað. Jú, mjög næs. Jú. Mér finnst þetta næs að fara, sko, líka þegar maður er í, þú veist, í fæðingról og þú veist, hvenær maður annars að fara að geta tekið frí í janúar, þú veist, þegar maður er í svona heiðarlegri vinnu, sko. Einmitt. Það er pínu erfitt. Það er vissulega hægt að taka sumarfríið sitt í janúar en maður verður samt smá klikkaðar einhvern veginn í skrifstofustarfi í júlí, sko. Já. Það er svolítið svona líka svo á maður kannski skólabötn eða eitthvað. Já, það er líka það. Fyrir bötninni fyrir. Æ. En ok, þið voru að koma frá Tælandi og hvernig gengur ykkur að ferðast saman? Eru þið góðir? Sko, þetta ferðalag Ferðalag var náttúrulega horror. Til að byrja með var það horror, sko. Já, það var engum að kenna nema bara veðurguðunum, sko. Já. Það voru bara senkanir og eitthvað. Já, til að byrja með, þú veist, þá voru við föstin í Icelandair-vélinni í einhvern 1,5 tíma. Já. Mistum á næsta flugi, því að síðan cancelað út á veðri í Oslo og þá voru við búin að tapa einni tösku af 3. Nei. Jú, síðan þurftu að taka eina nótt í Oslo. Já, það var nú allt í lagi. Það var allt í lagi fyrir utan það að við vorum náttúrulega ekki klætt fyrir Oslo og það voru bara skaflaðir bara njám. En við allavega gistum eina nótt og fórum svo í vorum að fara þarna í 11 tíma flug til Bangkok og vorum föstin í vélinni í 4 tíma áður en flugið, þú veist, vélinn fór af stað. Já, út af snjó. Þið er líka með unga Já, við erum meina 8 mánaða með okkur. 8 mánaða, já, einmitt, frábært. Já, þannig að þetta voru 15 11 tímar, þannig að 15 tímar inn í vélinni. Jesus Christ. Með unga barn. Ég fæ svona hausverk. Já, og þau voru ekki einu sinni að henda vatni í okkur. Nei, það var ekki, þú veist, það voru bara, þetta var hræðilegt, sko. Það er ótrúlega við höfum ekki bara hætt saman. Já, þetta er svo reynir á samband. Já, þetta reynir á samband. Við vorum svo böguð, sko. Svo komumst við loksins til Bangkok eftir 15 tíma í flugvél. Já, og þá mistum við líka næstu. Já, þá vorum við búin að missa á næstu vél. Fengur nýtt flug og svo mættum við á svæðið. Þetta var bara svona týndist önnu taska. Já, þegar við komst loksins til Phuket þá vorum við bara með eina tösku. Já. Þá voru fötin eina dísu. Fötin mín. Það var þetta gott. Það var mjög gott, sko. Það er bara hell broke loose. Ég var í nærbuxum og ég meina, þú veist, maður getur verið léttklæddur þarna, þú veist, þannig að þetta var smá svona... Ekkert fyrir Júlí og ekkert fyrir barnið okkar, Kolfinu. Þetta var svolítið, já. Þurftum að kaupa kerru og það var svolítið við sem náðum til að byrja með. Já. En fallir farar heill og það rættist úr þessu. Já. Fenguðu töskunar ykkar? Já, við fengum. Eftir viku. Já, basically bara síðasta daginn á fyrsta hótelinu þá allt í einu bara, er þetta taskan okkar einhver að koma með taskan? Ég var eiginlega bara búin að alveg gefa það upp á bátinn að þetta myndi skila sér, sko. En þetta skilaði sér. Vá! Já. Ég hef ekki heyrt svona. Nei, þetta var fáránlega óhefni, sko. Já. Svona er þetta ferðast í janúar, sko. Já, það er málið. Ég var alveg bara, maður á kannski bara ekki að vera að gera það. Nei, ég er bara vesen. What the hell? Shit, maður. En restin var geggjuð. Já. Hún var alveg geggjuð, sko. Skoðaði mikið að skemmtilegum hlutum og eigum og alls konar svo leið, sko. Það er gott. Já. Rættist úr þessu. En í þykjustinni núna, þegar þessi þáttu kemur út, þá er ekki þykjustinni, þá er Valentínsdagurinn búinn, 14. Já, ok. En hvað gerðu þið? Hvenær er Valentínsdagurinn? 14. Já, 14. Hvað dagur? Er það ekki föstudaginn? Ok. Hún er ekki með þetta á hreinu. Hver veit ekki hvernig Valentínsdagurinn? Ég bara, ég veit ekki hvað dagsending er í dag. Ég er svo eitthvað grilluð á því. Já, þú ert reyndar oftast grilluð á því, sko. Hvað gerðu við? Við fórum á æfingu fyrir söngvakeppnina. Já.
Já, ok, romantíst. Já, er það ekki alveg, það er allavega að við elskum að vinna og við vorum bara að vinna, þú veist, í vinnunni, skilji. Já, við elskum að vera að gera það sem við gerum best. Já. Þannig að, já. Við vorum bara að gera það, hvað gerðum við meira? Gerðum við eitthvað meira? Þú bara að plana eitthvað. Já, við fórum út að borða. Nei, við erum í svolítið, sko málir, þú ert alltaf mjög mikið búin að plana svona hluti. Svona, þú veist, konudaginn, þú veist, valentínsdaginn. Já, Tekur alla dagana, eða ertu svona eins og sumir íslenski kallmenn sem bara, ég tek konudaginn en hitt skil ég eftir. Nei, Júlí notar alla daga sem hættir að nota. Ég hitti alla daga og og er yfirleitt búin að skipuleggja eitthvað, sko. Það? Já. Það er krútlegt, sko. Og ég elska líka því, þú veist, þó ég sé alltaf einhvern veginn smá auðvitaði mig og fatt ekki alveg hvernig, þú veist, bara svona, bara típist ADHD eitthvað, að þá elska ég samt, þú veist, ég elska alltaf svona daga sem bara brjóti upp hversdagsleikan, sko. Ég skil ekki eitthvað, ég hef nú ekki aldrei búið valentínsdaginn, eitthvað, það er amerísk hefð, ég tengi ekkert við það, það er bara, það er febrúar, við búum á Íslandi, bara, af hverju ekki bara að gera eitthvað skemmtilegt. Nýta alla daga og, þú veist, það þarf ekkert að vera eitthvað risastórt. Nei, það er rétt. Það getur verið bara einhver falleg gjöf sem allt í hennu poppar upp. Ég bara, ég er bara súkkulaði, þú veist. Þess vegna. Klassikinn. Já, það er alltaf góð súkkulaði. Það er romantískt þegar ég er bara súkkulaði. Já, það er ég sammála. Eða mála saman. Já, eða skrifa fallet kort eða bara eitthvað. Þú elskar að gera góð kort. Já, mér finnst það gaman. Ég er ekki alveg þar. Nei. En þú ert svona típan sem, þú veist, Júlí kaupir oft bara blóm af því bara, sko. Já, þegar þú varst fyrir norðan, þá sendi ég alltaf blóm og... Já, láta senda Timming blóm og Júlí ennáttúrulega í amerískri bíómynd, sko. Já, sko, sem mér finnst æði. Ég líður stundum eins og lífið mitt sé amerísk bíómynd, sko. Já. Það mættu fleiri karlmenn kannski bara... Já, romantísk. Það var gaman, sko. Eða stundum svona bresk romantísk gaman. Já. Ok, hvað þýðir það? Ég veit það ekki, bara svona tjúgrant eitthvað, þú veist að það er eitthvað sætur á því. Jú, algjörlega. Þannig að þið voru bara á æfingu og voru eitthvað svona kjút saman bara. Já. Æfingu og borða eitthvað gott. Já, þú veist blómin þarna. Já, ég þú blóm og svona. Já, gaman. Já. Það er geggjað. En hvernig gengur ykkur að því núna vinnið þið saman líka? Það ekki? Jú, eða þú veist, við vinnum saman í ýmsum verkefnum. Já, það kemur fyrir. Júlí vinnur náttúrulega í Arion banka. Já, ég er í markaðsdeildin í Arion banka. Sem er geggjað, sko. Svo erum við... Ég vinn alls ekki þar. Nei, þú gerir það ekki. Ég vinn alls ekki þar. En ég er, þú veist, ég er bara frílans náttúrulega leikona og er bara í svona verkefnum hér og þar, sko. Svo erum við óvart búin að vera svolítið að gera svona samfélagsmiðlaverkefni saman líka. Já, svolítið mikið á samfélagsmiðlum og eitthvað veislustýra. Já, veislustýri. Já, veislustýri saman. Já. Ok. Og skemmta, gera pubquiz, eitthvað svona. Við gerum það daginn. Þetta er það gaman. Já, pubquiz er svo skemmtilegt. Pubquiz er æði. Ég heit einhverjum 8 klukkustundum í að búa til einhverja spurningar og þetta var ógeðslega gaman. Þetta er ógeðslega skemmtilegt, sko. Við höfum haldið svona reglulega í keilöðinni og við erum alltaf afbrýðsamar að við fáum ekki svara. Að svara? Skemmtilega spurningar. Já, mjög langar að taka þátt. Það er tengileg við það. Já, það er já, þannig að við erum að vinna saman en samt einhvern veginn ekki að vinna saman. Já. Við erum í svona samabransa. Já, stundum saman, stundum ekki, þú veist. En núna eru það að vinna saman í söngvakeppninni. Já. Nú erum við saman í A3 í söngvakeppninni. Það er eitthvað, maður. Já, það er eitthvað. Hvernig gengur það? Mjög vel, sko. Já, mjög vel. Við erum svo mikið yin og yang, sko. Við erum svona, við vinnum mjög vel saman, sko. Já, framlenging af hvort öðru. Vá, gæsáð. En getið þið verið heiðarleg, bara, hei, sorry, þú bara get falskur, eða þú veist... Já. Já, ok. Bara mjög vel, sko. Já, ok. Já, við erum alveg mjög svona, það er kannski líka bara því við vorum náttúrulega saman líka í listnámi. Já. Að þá verður svona ákveðið traust og þú veist, þarft að vera með uppbyggilega gagnrýni, við bara lærum það í háskóla, náminu okkar. Þú veist, að við erum bara svolítið góð í því, þannig að við notum það alveg á hvort annað, sko. Já, við gerum það. Og við erum mjög svona, við tölum mikið saman, þú veist, við liggjum ekkert eitthvað svona í fílu og tölum ekki vandamálin. Nei, við klárum yfirleitt bara hlutinu svolítið hratt, sko. Og ég meina, Er það ekki gott, eða? Jú, ég held það, sko. Já, það er ekki gott að vera fílbúki, sko. Nei, og það er alveg næs, þú veist, að geta... Ég heldur bara aldrei fara í fílu. Bara svona, ég er hugsaði núna.
Það har aldrei tekið svo silent treatment. Nei, ekki lengur en í bara kannski 4 mínútur. Svo ég bara búin að gleyma því. Þú náttúrulega, þú heldur engu inn í þér, sko. Nei, það kemur bara strax. Og það klárast mjög hratt og örugglega, sem næs, sko. Ég held að ég haldi kannski aðeins meira svona, þú veist, að byggja svona smá upp og síðan springi ég, sko. Samt ekkert, þetta ekkert alvarlegt, sko. Springa. Hljóma svo dilla að springa, en ég held að sé svolítið þannig, sko, við erum bara svolítið fljóta að klára hlutina. Já, það er mjög gott. Það svona, ég myndi segja að það væri svona smá regla hjá okkur að þegar við leggjumst á kottana þá erum við svolítið bara, þá er þetta búið. Já. En ég held líka, ef ég myndi vilja taka silent treatment eða eitthvað, þú veist að því stundum er eitthvað pirrandi, skilur, og ég er eitthvað svona áttjóðlega pirrandi og mér langar að taka silent treatment, þá reyni ég það kannski alveg í 4-5 mínútur, svo er ég bara búin að gleyma því að ég sé að nota silent, vitið þið? Þá bara kemur eitthvað annað og ég er eitthvað, hei, varstu búin að sjá? Og svo er ég bara, fuck, ok. Ég tengi þetta, sko. Alveg heilar 4-5, sko. Við byrjum bara að senda TikTok á milli. Samt í ykkur svona smá fílu. Ég veit, classic. Ég var í fílu. Bara, gengur betur næst. Þetta, En ykkur gengur vel að vinna saman í söngvakeppninni og syngja saman og... Já. Það mæði nú líka mest á þér, sko. Gerir það, sko. Þú ert svona aðalatrið í þessu númeri, sko. Ég kem bara inn í smá stund. Já, en mjög mikilvæg innkoma. Já. Mjög mikilvæg. Já, að rappa. Framleggingin mæ. Já. Þannig að ég myndi segja, þú veist, það er mest í hittin á þér, sko. Ég er bara til að peppa. Já, þetta er alveg aðeins meiri hitt á mér, sko. Vissulega. En þetta er líka búið að vera svolítið langt ferli. Þú veist, maður er búin við byrjuðum að semja lagið einhvern tímann bara síðasta haust. Svo er þetta bara að gerjast og maður er að melta þetta alveg... Það er miklu lengra, held ég, sko, en fólk áttu sig á, sko, söngvakeppnin. Já, fram að leikdegi og þá svona... Þá springum maður. Springum maður á sviðinu. Já. En við vorum að pæla í þessu áðan, bara því maður fylgjast ekki allt og mikið með þessu söngvakeppninni, en má maður keppa með ensslag þar, eða er regla þessi íslenskt? Já, þú þarft að vera með á íslensku á, sko, undankvöldinu. Er það ekki erfitt að búa til lag sem hittari bæði á íslensku og ensku? Sko, og það er yfirleitt þannig að þú semur eitthvað. Og annarkvort semur það á íslensku eða ensku. Já, þú semur það náttúrulega aldrei á 2 eða 3 tungumálum, sko. Nei. Hendir þessu inn kannski bara til að byrja með kemur bara enskur texti þegar þú ert að búa til eitthvað yfir lagið. Sem að var í okkar tilfelli þannig. Já, hann var enskur. Persónulega finnst mér enska útgáfan náttúrulegri heldur en íslenska. Bara því lagið var samið þannig, sko. Já. Og þetta getur alveg verið svona smá trikki, sko. En svo náttúrulega, þú mátt síðan vera bara með á íslensku náttúrulega alveg, sko. Þú veist, í áslutunum, ef þú vilt bara hafa lagið á íslensku, þá... Ekki. Það er, sko, ég held að þessi mjög skipta skoðanir. Já, mjög skipta skoðanir, já. Að því að, sko, útlendingarnir þeir dýrka íslenskuna. Bara eftir Eurovision-spóluna, hann vil ferla. Já, þú veist, það er eitthvað svona, þeir fíla að heyra íslensku, bara því þetta er náttúrulega hljómar eins og eitthvað álfamál, eða bara eitthvað bull. Grunninn, sko, þannig að það er svona, þú veist, við íslendingarnir hugsum oft held ég, eitthvað, það verður að vera á ensku. Já, ég nefnilega er alveg smá ósámálega, ég nefnilega fíla íslenskuna. Ég held að það sé ekkert verra að hafa lag á íslensku, enda sko eru við að syngja þú veist, enska útgáfan á okkar lagi er sem sagt ensku texti á þér en ég rappa samt á íslensku. Já. Og þannig þeir eru með bilingual. Já. Sem er alveg... Sunni var bara, Ég sé það ekki fyrir mér. Nei, gott að fá rappið inn á íslensku því að það getur oft orðið smá cringe að það er ég var ekki að fara að rappa á ensku, það hefði verið cringe. Bara ég 33 ára, 3 barna móðir bara að rappa á ensku, nei. Akkur það verða? Ég veit það ekki, ég myndi bara eitthvað cringy. Bara eitthvað, Ég hef gert þetta, sko, tekið þátt í söngvakeppni með lag, þá var ég bara höfundur, sko. Það var rapplag, sko. Og við gerðum rapp á ensku, það svona rétt, svona slætaði, sko. Já, mér finnst ég bara ekki púla að rappa á ensku, það er bara mitt take, sko. Já. Hvað lafa það? Er eitthvað sem að mann? Það heit Ready to Break Free, eitthvað, hvað það var íslenskt. Ready to Break Free. Það heit Spring yfir heiminn. Það springa.
Gekkja nafn á lagi. Ready to break free og springa yfir heiminn. En já, þetta mjög áhugavert. Það alveg rétt, sko. Mér finnst það erfitt að vera með bæði, þú veist, að gera lag bæði á íslensku og ensku. Það svo ónáttúrulegt. Þannig að það bara vel gert, allir sem ná því fyrir þessa keppni, sko. 100%. Sko. Bara kúta svo það. Við heldum það væri bara, þú veist, að fólk væri bara, ekki þetta væri, allir sé reglum að þurfir að vera í Ísland. Það var markkópurinn í Ísland og fólk sem horfir á þetta, þú vilur ekki enskuslettur eða eitthvað. Og svo bara breytir fólk legin. Það sem ég held. Til þess að ná til stærri hóp. Já, ég veit ekki af hverju þessar reglur eru svona. Þetta bara eitthvað. Þú ert ekki að kjósa lagið sem Þetta til þess að varðveita íslenskuna og búa til íslenska texta. Já, sennilega þetta eitthvað þannig. Rúf allra landsmanna, representing. Og mér finnst það bara fín regla, sko. Það alveg gaman að fá íslenska texta og svoleiðis í keppni. Ég náttúrulega íslensku pervert með svona textasmíð og svona. Já, þú veist, mér finnst miklu skemmtilega að skrifa á íslensku heldur en ensku. Það er náttúrulegt fyrir mig að gera það, sko. Og mér finnst þetta alveg fín regla. Ég myndi alveg vilja halda henni, en það vissulega oft smá erfitt að flytja eitthvað lag af íslensku yfir á ensku. Já, ég trúi því. Já, það er talent, sko. Já, bara beinþýði eitthvað, skilur. Já, og það líka einmitt. Það mjög erfitt að beinþýði. Það ekki hægt nefnilega. Þannig er þetta ekki sama lagið og kurst eitthvað íslensku. Nei, þú heyrir það, ready to break free og springa yfir heiminn. Já, þetta ekki það sama, sko. En þú veist, það hefur aðra meiningu, sko. Það þarf að halda samt svona kjarnanum í laginu. Já. Það einhver kjarni þegar þú semur textan og þú getur skrifað út frá því þegar þú ert að færa yfir. Sem er alveg, þú veist, must, myndi ég segja. Mjög mikilvægt að gera það. Já. Einmitt. Hvað heitir lagið ykkar núna? Eldur. Það er ekki flókið, sko. Nei, Fire. Það með beinþýðingin, sko. Þið sama. Ok. Nei, við vorum ekki að flækja þetta núna, sko. Nei. Bara einfalt og gott, sko. Sömdu þið það? Já. Júlí samdi það ásamt nokkrum. Við vorum ég og Birgir Steinn og Andri Þór og Ragnar Már. Við sömdum lagið. Svo kom ég bara að mínum texta svolítið. Ég áreindar einhverja eina línu, einhverja slaufu sem þú syngur. Það var mín hugmynd. Já, það var þín hugmynd. Bara halda því til haga. Já, aldrei gleyma því. Þannig að ég gerði bara minn texta svolítið en þið voru með lag að Lágtexta, Já, er það ekki? Jú. Já. Og þú veist, samdur þetta út frá eitthvað svona persónuleg reynslu eða þú veist hvað? Textin, ég myndi segja að þetta fjallar svolítið það að finna svona styrkin, innri eld, orkuna til þess að takast á við eitthvað erfitt, einhver áföll í lífinu. Ég skrifaði út frá eineltinu sem ég var fyrir í grunnskóla og það var svona mín pæling að finna eitthvað, þú veist, og ég svolítið að hugsa að textin tónlistin minn eldur til þess að svona, það mín leið út úr einhverju þungu erfiðu og áfalli og svo kom design í þetta með syntaxta og bara undirstrikaði svolítið bara þetta umræðefni. Það var eiginlega bara samið út frá mínum áföllum sem þú veist, og hvernig þú veist maður heldur áfram eftir eitthvað þannig. Get dramatic. Þannig að það kom svona smá twist á lagið en samt hélt áfram sami bóðskapur. Já. Geggjað. Ok. Það verður alltaf að vera smá bóðskapur í söngvakeppni. Já, það ekki. Það mest. Það ekki voða svona pólitíst eða eitthvað? Jú, og mikla tilfinningar. Fólk elskar það. Gjörsamlega alveg að sína alla tilfinningarna, sko. Eru þið svona gett mikið Eurovision fólk? Horfið alltaf gett á þetta? Er þetta svona heilug stund og... Já, ég held það, sko. Er það ekki þannig ykkur, eða? Nei, það datt eitthvað út eftir að Silvía Nótt datt út, þá bara það var boðskapur það var náttúrulega iconic dæmi Silvía Nótt, sko. Síðasta sem ég man eftir að hafa verið bara Jóhanna Guðrún líka, var það ekki eftir á? Jú, það var eftir á, en það var bara svona þjóðastolt, sko. Já, það var náttúrulega rosalegt. Þetta er svo langt síðan. Já, ég hef bara ekki hort síðan þá. Nei, ekki heldur. Sko, þetta var alltaf bara svona fjölskyldu stund hjá mér. Já. Ég segi það nú í einu viðtali að
í fyrsta skipti sem ég smakkaði eðlu þá var það því ég var að horfa á söngvakeppnina eða Eurovision, ekki söngvakeppni Það finnst ég að muna í fyrsta skipti sem að Ég man það líka Ég er bara skreitin Þú manst bara Það er bara þannig Ok, já, ég man ekkert hvernig ég borðaði eðlu Hvað er að ykkur? Ég var svo lítil, svo allt í einu var þetta trending bara Já, og ég var svo leitt og ég var bara mamma er búin að gera þetta í mörg ár bara, En þú veist, þetta hét líka ekki eitthvað eðla Nei, þetta var bara ídífa bara Já, heit Íva Var ekki Stindir sem kom með eðluna? Jú Það getur verið Mamma kallaði alltaf hérna dip Já, mamma var með eitthvað svona orð yfir þetta líka Ég man ekki Ég man ekkert hvernig ég borðaði það Hvar fundu þau þetta? Já, þau voru með TikTok og neitt af þessu Kannski einhverju tímariti bara Já, gestgjafinn Ég var heyrst Já En maður horfir alveg á Eurovision ennþá Við erum kannski smá ljúa Já, það er í gangi Já, í gangi í stofunum En þú veist, maður vissi hvað lög voru frá öðrum löndum og meira þegar ég var yngri, sko En þú veist, við erum líka bara svo mikið í þessari búblu bara, þú veist í kringum þetta og líka bara þú veist tónlistar maður þekkir alltaf einhvern sem er að taka þátt alltaf einhvern sem er að taka þátt í söngvakeppninni það er bara alltaf þannig og bara oft góði vinnum hans og eitthvað svona þannig að þú veist við einhvern veginn óhjákvæmilega þú veist þetta er bara og ég gleymi alveg stundum að það er ekkert allir að fylgjast með þessu þú veist ég á fullt af einhvern sem er bara er það í kvöld og ég er alveg bara er ekki allir, nei, ok rífum hann bara svona neyru á jörðina ég meina það er alveg fólk sem að kveikir ekki á RÚV sko þá sér það ekki auglýsinguna sem kemur ég meina eru þið að horfa mikið á línulega dagskrá aldrei jú, þegar það eru svona neglu þættir eins og Vigdís og eitthvað ekki þú, nei ég er það sko ég er nefnilega að fíla smá línulega dagskrá já, ég fíla það smá sko þegar það eru svona góði þættir það er býð eftir sunnudegi já, það er svolítið notalegt ég veit ekki hvernig maður kveikir að því nei, hún það er ekki hugmynd bara í vennilega sjónvarpiði sem er bara Netflix í fyrsta appi sem sé, skilji já, það gett áhugavert ég á bara myndband af þér heima hjá tengda fjölskyldunum minni, við erum að fara eitthvað og við erum eitthvað stoppa og við erum eitthvað stoppa heima tengdu hjá mér eitthvað smá stund og þú sest niður í stólinu og ert að horfa svona og Eurovision er í gangi og Hatar er að keppa fyrir Ísland og ég var bara zoom á andlitið að því hún er bara hvað er ég að horfa? Þetta er eitthvað ljótasta vídeo sem ég sé með því ég er bara hún er bara í svona menningarsjokki en varstu þá bara ekki búin að heyra neitt af Hatara þú vissi bara ekkert hvað hún er stundum það er geðveikt ég er alveg stundum hellig sko. ég væri til í bara live feed af Sunnu að horfa á Eurovision nei, það væri bara live commentary og bara hvað er farið inn í kollina þeirra þetta er örgulega bara styrla að horfa á þetta en maður er ekki alltaf að pæla í þessu það er alveg það er það, já það er alveg crazy sko af því ég er einhvern veginn mikið Hatar mér brá smá, mér blöskraði þér hefði líka bröðið þar sem komst áfram á það síðustu helgi sem var líka svona rock þú hefði líka verið þar bara ég er almennt fyrir rocki sko en þú veist, ég er ekki það er too much bara ég var bara bara svo hissa það var alltaf bara atriði flott og maður bara, erum við að senda þetta þetta var Eurovision keppnin var þetta það atriði? Já, þetta var það ég meina, svo voru bara allir krakkar í þessum búningum þetta var alveg bara svona rosaleg bylgja sko dýrkaða fóruð þið tvisvar þá, að ég var ég horfði einu sinni á þetta komist áfram, já skilur það var allt annað ár, bara svo löngu á þau sko þú er ekki hort að hata þig tvisvar nei, þú ert að rugla sama við eitthvað annað. Nei, ég man bara að það var allir með gagballs og eitthvað í partíinu ég var bara, hvað að gera? Já, það var hatari og ég var svo mikið að reyna að halda þannig partí að það tók enginn vel í það ég var reynda fyrir fjölskylduna mína líka en þú veist, foreldrar mínu voru bara, við erum ekki að fara að mæta ykkur gimbúning, sko þetta var heima á foreldrar mínum, sko, gagball Nei, þetta var alveg smá skrítið, sko þetta var alveg skrítið þetta var geðveikt já, þetta var geðveikt ég fæ bara gæsaður í hugsa með það mér þetta störtlað, sko
þetta þarna lagið sem bara öskrandi Já. Hún ekki ennþá að kveikja. Jú, ég maður til búningunum. En ég var myndi laginu. The gag balls. The gag balls. Nei, þetta bara að finna, það stundum eins og, að því að þú ert mjög vel að farin bara í, hvað að gerast á Grammys og öllu svona. Svo þegar kemur í Íslandi, þá hún bara, I don't give two rats. Já, ég fíla það. Nei, þetta alveg galli. Ég alltaf að reyna. Já. Bara, hver þetta? Þú byrst að fara að koma meinar. Þetta er Finnból og eitthvað Nei, vorum að horfa á Idolið og hún bara, hvað Erpur að gera þarna? Og ég bara, þetta er Daniel Ágúst. Þeir eru alveg eins. Erpur og Daniel Ágúst. Nei. Erpur og Daniel Ágúst. I'm bringing up proof, sko. Þetta er saman. Getur þið klipt svona myndband sem myndaðum fyrir að því þeir eru ekkert eins. Bíði. Þeir eru báðir náttúrulega með óafinnalegt swag. Þeir eru það, báðu tveir. Þeir eru náttúrulega nettustu menn Íslands. Ég var bara á Erpur byrja að klæða þessu skemmtilega. En þú veist, ég fíla það. Ég var bara, með eyeliner og dómari eitthvað og þetta er alltaf þegar þú ert heima á mér því það er eitthvað svona í gangi bara í sjónvarpinu. Ég horf ekki að heima á mér. Og hún bara eitthvað, er Erpur dómari? Vá, þetta er geðveikt. Ég veist það bara svo geggja outfit hjá Erp. Bara fara úr Adidas-galanum. Já, ég var bara, what a change. Ég hef ekki séð hann í 20 ár. Þetta er ógeðslega fyrir. Þeir eru ekkert eins. Ok, það segir með þessi maður. Þetta er Erpur. Segir ekki alveg svo þessi maður. Ok, ég ætla að reyndar að, Takk. Þeir eru smá líkir. Já. Þessi mynd, smá líkir. Ok, ég skil hvað meinar. En náttúrulega bara einhvern veginn með að channela allt aðra orku. Já. Þess vegna var ég líka bara, hvað hann er búin að breytast. Sko, hvað erum við að tala aldursmun hjá þeim? Hvað er Daniel... Það veit ég ekki. Hvað er hann gamall? Það veit ég ekki, hann er rosalega unglegur, sko. Hann er alltaf eins og hann sé bara fertugur, sko. Er hann ekki búin að haldast bara sama aldur í svona 20 ára? Mér finnst Erpur líka verða hann. Já, hann er 55 ára. Hann lítur út fyrir að vera bara... Erpur er yngri. Erpur er 47, hann munar ekki. Ok, já, ég skil þessi mynd, ég skil. Takk. Ég er búin að sína öllum að það byrti alltaf að segja sögu fólk, ég bara, heyrðu, I got proof. Þeir eru líkir. Já, þetta, ég ætla að geta þetta onni mig, sko. En þetta er bara fyndið saga. Þetta er mjög fyndið saga, líka bara sem eru óleika típur, það er það sem er svo ógeðslega fyndið. Það er bara, já, ég veit ekki, hvernig ætli Daniel Ágúst líði og Erpi að vera svona borið saman? Mér það ekki rúglega vel. Bara mjög vel, já. Gaman að vera svona einmitt. Báðir sjúklega nettir, sko. Celebrity lookalike. Kannski er þetta saman gæn, það séð það í sama herbyggja. Það er þetta fálega góð spil. Reyndar ekki, þú segir það. Ég hef aldrei séð það saman. Nei. Oh my god. Þetta er pæling. Ég með gæsa á það. Ég veit. Prove us wrong. Já, ég held að ég hafi rétt fyrir mér, sko. Þetta er sama gæn. Það gæti bara vel verið. Herru, við erum með svona sambandsspurningar. Ok. Svo ætlum svona aðeins að dig deep í sambandi ykkar. Já. Hvað er besta date sem þið hafið farið á? Guð minn góður. Nú er ég bara, ég man ekkert. Hefur við farið á date? Ég man ekki neitt. Hvað ert þú að hugsa? Hann har farið við öll deitin. Já, svo mörg date. Ég kom í 2023 á fyrir þessu. Nei, ég er flakka. Janúar, februar. Hvað ert þú að hugsa? Ég veit það ekki. Nei, ég er reyndar að hugsa eitt, sko. Ég er að hugsa þegar við fórum til Ítalíu. Þú veist, það var náttúrulega ekki date, en það var, þú veist, við fórum til Ítalíu 2 saman, þú veist, ballus. Og fórum, vorum í Napoli. Og þú áttir að, ég var búin að taka eitthvað svona, að ég er alltaf að finna allar veitingastæðina og er bara búin að eða ókslega tími að finna hvert er næs að fara. Já, og þá var ég náttúrulega bara, fekk bara taugaáfall og fór bara og fann borð, ég opnaði Excel-skjal og ég bjóð til bara fyrir hvern dag og þá var ég búin að plana veitingastað. En ég var ekki nóg góður í þessu, sko. Hann sagði bara, ég skal taka hann á bolta núna, nú skipuleg ég bara hvert við erum að fara, sem voru mistök. Að láta hann það. Já, ég fæ bara kvíða að hugsa Excel-skjali líka. Já, það kom eiginlega bara í ljós bara fyrsta kvöldi, það var svona og ég er akkurat að hugsa það kvöld, sko, því þú veist, þetta er Napoli og þú veist, ég verið þarna mjög oft og þú veist, það er bara næs að brúsa góða pítsur þarna og þú veist, næs að henda sér bara á eitthvað svona þannig, þú veist, lokal stað sem ég hefði valið, en Júlí var að segja með þetta, hann bókaði borð á einhverjum
ógeðslega skrýtnum Michelin-stað. Það hefði farið á Michelin-staði. Já, dýr. Sko, ég vil ekki, ég veit ekki ennþá hvað þetta kostaði, ég vil ekki vita, sko, af því þú veist, þetta var bara eins og að vera í ykkur, sko, í fyrsta lagi í ykkur gameskipi. Þú veist, bara stemmingin að inni, já, þetta var bara svona ógeðslega skrítið, þú veist, andrúmsloft allir þjónar löppuðu svona alveg siggið, þú voru allan tíma koma svona tveir í einu og lögðu niður á sama tíma matinn, svo kom bara cappuccino, eitthvað svona réttur með krækling, eitthvað sem var eins og cappuccino, þú veist, þetta var, og bara maturinn var reyndar, þú veist, hann var mjög góður, en þetta var bara skrítið og svo var það bara eitthvað borgaði ég og bara, jæja, þarna fór helmingurinn á budgetinu fyrir ferðina. Þetta var gaman. Þetta var bara Gerðu þetta ekki aftur? Já, og þetta var svo þvingu stemming að inni, maturinn var góður, skilurðu, og svona, en þetta var bara, mér leið svo óþægilega inni. Það var svona smá eins og verið á bókasamni. Ég líka vissi ekki Michelin það örugglega þessi skrýtnu upplifun. Já, fyrir view eða eitthvað. Já, það var mjög fallegt útsýni, sko. Þú veist, þetta var smá eins og verið einmitt í gameskipi eða eitthvað, og þetta var mjög svona, þau voru öll svona rosa góð, þú veist, þjónarnir voru rosa flottir, en voru smá eins og vélmenni, skilurðu. Og þú veist, ég var bara hrædd lífið mitt á þinni. Sko, og þú veist, var líka, ég vissi ekki að það væri Michelin-staður, ekki þú heldur, held ég. Nei, ég var nefnilega bara, það leit vel út. Þú voru bara gekk góð rating. Ég var ekkert eitthvað svaka fínt klætt heldur, en þú veist, það voru allir gett fancy, þetta var bara, þetta var óþægilegt og kostaði mjög marga peninga. Ef ég man rétt, þá löbbuðum við. Já. Á staðinn. Vorum ekki eðla sveitt þegar við komum og heitt eitthvað í ágústana og þetta var mjög eftirminnilegt. Þetta var mjög eftirminnilegt, já. Og mér fyndi núna svona eftir, en ekki í mómentinu. Nei. Já, gott svar, var besta deytið. Þetta var versta deytið, en eftir á þetta besta deytið, að þetta svo eftirminnilegt. Já, þetta saga. Þú veist, ég var náttúrulega brjáluð eftir þetta, en svo var ég bara, bara stödd þarna, bara, þú veist, pítsan. Bara besta pizza á Ítalíu, bara í Napoli, sko. Ég veit ekki alveg hvað ég var að pæla, en eftir á. Ég hef bara tekið þetta að mér síðan. Þú veist, þú reyndir allavega, mér finnst það fallegt líka. Þú lærði allavega góðan hlut þarna. Já, hlutverkaskipti. Algjörlega. Þannig að þetta var eftirminnilegt og þessna besta. Hvor ykkar er rómantískari? Við erum kannski búin að svara þessu. Það er Júli frændi. Þú veist, Dísa. Já, skrýta ég kalliði frænda, þú veit ekki frændi minn. Nei, er þið búin að tjekka? Já, er þið búin að tjekka? Nei, ég er búin að þið. Pappiðin er líka búin að þið. Hæ? Pappiðin náttúrulega svo mikið að pæli þessu, sko. Já, ok, hann tjekkaði bara strax. Já. Ég veit ekki, við getum, við erum ekki skild. Nei. Ok, það er gott. Sko. Ekki nema í 5. Bara 5. Ég held að það sé 8. eða eitthvað. Nú, ok, bara fjarskild. Vá, ok, geggja. Gott að ég er að frétta þetta fyrst núna. Já, það er flott. Já. Hver er ykkar love language? Herðu, ég pæli mjög mikið í þessu. Já, af því þetta er bara, þetta er svo áhugavert. Þetta er mjög áhugavert, sko. Mitt love language er service. Þú veist, ég fíla bara, og Júlía náttúrulega var örugglega eitthvað svona þjónn í fyrralífi. Þú ert svona, þú ert alltaf til þjónustur reiðbúin. Mjög, já. Svona, þú veist, ég fíla svona þegar svona, bara líka kannski að því ég er óskipulögð og eitthvað, Júlía svona, þú veist. Ég er svona aðstofamaður, samt einhvern veginn matsveit. Já, alltaf tilbúin til að hjálpa, mjög oft svona, þú veist, ertu búin að borða eitthvað, þú veist, sem virkar mjög vel fyrir mig, sko. Mér finnst það vera svo mikið væntum þykja í því, sko. Vítamíniðin, klukkan 2. Ertu búin að taka lyfið inn í dag? Smá svona, þú ert að fara til læknis og eftir. Smá svona eins og ég sé starfsmaður á elliheimili og þú sést Já, það er í rauninni, þetta er bara mjög góð líking, Eða barn bara. Ég held þessi svona bæði. Gamalt barn. Þannig að það er allavega mitt og þú veist, auðvitað tikka maður alveg fleiri box líka, en þú ert svolítið touchy. Júlí þarf knús. Reglulega. Já, þú þarft það mjög mikið og ég er nefnilega skora ekki eitthvað mjög hátt í touchy, sko. Ég er svona, þú veist, ég þarf að minna mig á svona, herði, þannig að fara, þú veist, ég er bara Já, þú tekur þetta svolítið svona í skorpum, sko. Já. Koma svona kaplar þessu svona, já, alveg rétt. Hann fílar að láta knúsa sig þegar hann kemur heim og vinnur. Eftir langan vinnudag þá er ég að knúsa. Það fyrir náttúrulega bara eftir tíðarhingnum hjá mér, sko. Þú veist, stundum er ég bara ekki að koma nálægt mér og stundum er ég bara
ekki alla konur smáðanlega mér finnst þetta ógst algeng skipting að konur vilja actor service og kallar svona þeir sem eru mama's boys ég það sko, pappi minn sjómaður og alltaf mikið í burtu þegar ég var barn en auðvitað áttu við góða stundi þegar hann var heima en ég var bara svolítið alin upp af mömmu minni sko, mjög mikið það er oft góð þar að leiðandi hef ég svona kvenlega tendesa sem henta mjög vel fyrir mig mjög vel það er svo gaman já og hvað þýðir það, tendesa? Svona er það íslenskt orðið? Nei Tendesa oh my god tendensa já, tendensa svona, þú veist, koma svona kvenlegi sprettir já og það er bara því að ég var alin upp af mömmu minni sko já, það er mjög gott sem er mjög gott myndi ég segja sko já. En ég er svona líka, ég held að þetta tengist líka eins eineltinu þú veist, ég átti alltaf miklu meiri samleið með stelpum satt með stelpunum í grunnskóla og svoleiðis hluti sko sem að mótuðu mig svolítið já, er þetta algengt þjónusta og touchy? Já, mér finnst það svona, þú veist, þegar maður er að ræða þetta að sé oftar hjá strákum svona, þú veist, þeir vilja þetta og við viljum hitt hvað er ykkar? Ég held að sé ángriðs og sama ángriðs og sama, sko já, byrju nema sko, þú veist, það sem ég myndi vilja væri act of service, það sem ég gef er act of service giftgiving og það sem Gunni myndi vilja væri svona touch, snerting og nánd, hann myndi vilja gefa það og fá það, skilja já, einmitt þannig já, sama, fyrir okkur já, ok, þetta er bara classic já, ég held og allt mjög miklu mama's boys mama's boys ég bara valla heyrt um eitthvað annað lofulegvins í frá Guðrum, nei, ekki heldur en fyndið, það er mjög áhugavert en það er líka svona, bara veit og sittu á borðið en er það ekki líka bara smá svona einfaldleiki kallmanna, bara knúsaði mig 100% sko og við viljum eitthvað svona, hvert mann pæli lengi og ætlar að elda þetta í kvöld, já, ok, þú er búin að hugsa mér allan dag já, það er mjög góð punktur já, 100% ég held að þetta sé alveg rétt, þið eru bara einfaldari sem er líka bara ekki slæmt ég myndi segja að það var líka bara alveg til að vera bara einfaldari stundum það er svo til að vera einfald stundum maður ekki vonsökin og já, maður er ekki eitthvað ætlast til eitthvað þú veist, heilin maður er bara þú veist, það er meiri ró þú veist, heilin okkur er alltaf bara einhvern veginn og þið eru bara svona nú finnst við að knús ég vildi væri svona það var líka, þetta er kostur sko já, þetta er mjög mikill kostur herru, hver er versti ávani eða svona habit makans þíns þannig hver er versti ávani hans Júlíur? Við erum ekki að tala um eitthvað svona ex jú, kannski alveg já, það má alveg vera ekki svona ávani hvað ertu með marga þannig eða? Fyrir mig? Nei, ég var nú alveg bara að hugsa fyrir þig já, ok, hvað er þú að segja? Hvað er minn versti ávani? Ég veit, það eru svo margir má ég segja? Já eða þú veist, máttu segja hvað er að segja? Sko, ég myndi segja að þinn versti ávani er sá að þú tekur fram eitthvað og þú setur það ekki aftur á sinn stað já Trú ekki að sagt þetta hérna já, það er alveg segður þetta bara sko, þú svona eitthvað þú ferð inn í eldhús og þú byrjar til samloku en brauð er ennþá á borðinu og smjörið er ennþá til hliðar mér finnst skrítið að gera það ég skila þér óþólandi en er ekki mjög margir þannig jú, en þú ert náttúrulega líka með bullandi ADHD sko. já, þetta er þannig að þú ert ekki alveg að hugsa nei, ég er bara að hugsa um eitthvað allt annað en að vera búið til samloku þegar ég er að búið til samlokuna þannig að auðvitað gleymi ég að ganga frá og svona, ég held að það er, já, það er náttúrulega óþólandi þegar þú býrð með einhverjum sem bara eitthvað svona gleymir svona, þú veist, og allir skápar opnir, þú veist, ég gleymi stundum já, ég gleymi líka ískápnum stundum þú veist, það er hræðilegt sko. Svo kemur, akkur er mjólkin súr já, svo er ég úrslega pirruð á þessu ekki allt kalt inn í ískápa því ég gleymdi lokunum já, þetta er ekki gaman sko ég bara respekt að höndla þetta sko já, mér finnst það, sko, það er bara maður venst í ok, ég segi eitthvað um þig kontu skjótt, eitthvað rosalegt og ég er samt eða með það er eitt sem er óþolandi sem við vorum að tala um hérna áðan sko það er að þú þarft þú heyrir svo illa
Já. Það óþolandi. Nú veit ég ekki hvort þetta sé sko að því sumir eru með svona valheyrn, þú veist, velja að heyra ekki, þannig að stundum að því ég tala kannski mikið, akkur brosið þú núna þegar ég segi þetta? Bara. Þú veist, að því ég tala mikið og stundum held ég að þú sért, skilur bara svona ignoring, bara því hún nennir ekki inn í, þú veist, að ég eitthvað ekki talað það að kallmenn heyri sko bara 70% af því sem að konuna að segja. Selective hearing. Jú, þú veist, það eitthvað svoleiðis sko. Gott að ég sagði valheyrn og þú sagði selective hearing. Valheyrnin? Nei, en þú veist, ég líka bara, ég veit það líka eitthvað pennandi sem ég geri, þú veist, ég náttúrulega tala við þig í einhverju öðru herbergi stundum. Já. Að ég að tala og svo ég gera eitthvað, svo ég komin inn í fataherbergi og ég eitthvað, og ég Júli! Og þú heyrir ekki. Og bara fataherbergi bara hljóð einangrað út af öllum fötunum. Þannig að það ekki séns að heyra það yfir næsta herbergi. Já, en það pirrandi. Það óþolandi að einhver heyrir ekki í manni, sko. Já, óþolandi. Já, en ég dett líka stundum út. Ég svona bara sóna út og að hugsa eitthvað og þá ég bara einhverstaðar inn í einhverjum helli. Já. Þá ég bara í mínu tómi einhvern veginn. Já, það alveg þú veist, þetta alltaf lægi, sko. Já, þetta ekki slæmt. Nei, þetta ekkert svo slæmt. Báðir þessi hlutir. Já. En mér það hefði ekki verið verra, sko. Mér líka pirrandi hvað ert fljótur að sofna. Já. Þú veist, það bara svona góða nátt og þú veist, maður valla bara búin að segja, þá bara, skilji, mér finnst það óþolandi, ég þarf kannski aðeins að fá að svona klára daginn, veit þið. Þú veist bara eitthvað. Já, mér finnst við stundum gera upp daginn á kottanum en þá Júli bara en stundum uppgjörið aðeins svo blátt. Bedtime story. Já, stundum verður það kannski aðeins svo langt og þá sofna ég sko. Já, það óþolandi. Ég nú að reyna að halda mér vakandi þangað til að við erum byrja þú þá eða? Að segja þinn dag? Ég fer aldrei yfir Ísa það bara þess að fara yfir hlutina hann þurfa ekki að gera þetta sko. Þetta bara ég sem þarf einhvern veginn að pústa eftir daginn. Þú getur bara farið að sofa og bara já, ég gæti farið upp í rúm klukkan svona 10:30 og sofnað og bara ekki, ég þarf ekki að fara í síman geimvera bara sofnað. Ég myndi ekki segja að vera slæmur á hann sant? Nei, það bara pirrandi. Ég tengi það óslega mikið og ef einu sinni held tvið svona blekkjakun að ég svona, mér langar að spjalla þá til við sofnum bæði. Já. Mér langar að eiga svona moment þess að þetta einmitt svona maður bara vákvæðlegur. Svo einhvern veginn leðist í rúm og ég var svona ég ætla bara að pröfa að byrja að tala um eitthvað sem hún veist geta áhugavert. Þannig að hann svona leðist niður og svo var ég eitthvað, ég held samt bara að geimveru sé ekki til og þá bara svo kviknaði eitthvað ljós í honum og ég held bara svona áfram að nei, þú heldur að sé eitthvað lifandi þetta. Hann bara, hvað meinaru? Þá náði ég svona klukkutíma spjalli við hann geimveru. Svipurinn minn núna bara, hvað ert að segja við hana? Þannig að nú vilur bara eitthvað gæst áhugavert. Ekki gera þetta. Ég veit þú lært sálfræði eða eitthvað? Nei, ekki ennþá sko, en ég Þið langaði að vera það ekki? Já, mér langaði að vita það. Mér finnst þú að koma mjög svona áhugaverða eða sálfræði, mannfræði eitthvað svona ég alveg, I'm inspired. Svona smá manipulation líka. Þetta er það líka, en þetta er svona að vera lúmskur og fá sitt í gegn sko. Þannig að maður bara leggst yfir og svo byrjar maður bara eitthvað, veist, ég var alveg reynd og svo núna sér henni gegnum þetta, ég eitthvað, var Ronaldo að skora í dag? Já, þegju. En hvað myndir þú segja við mig? Já, hvað myndi halda honum vakandi? Já, hvað myndi halda mér vakandi? Ég er nefnilega ekki alveg viss, sko. Mér finnst þetta pínu trikki, sko. Ég myndi fara að tala um eitthvað svona, ég myndi fara að tala um tónlist. Já. Ég myndi gera það, mér líka oft virka á þig eitthvað svona, frétt, eitthvað sem að frétta í, þú veist, samfélaginu, fréttir. Mér finnst þú alveg húka inn í það, sko. Já. Þú veist, þú getur alveg byrjað að tala, þú veist, en ef ég bara að tala um sjálf mig, þá sofnar bara. Já, einmitt. Eða eitthvað praktískt. Það virkar ekki neitt. Ég held að ég gæti mögulega að byrja að tala um séreignarsparnað og þú myndir bara mögulega sofna. Já, þessu virkar þetta líka öfugt. Já. Ég myndi sofna og bara helst ekki vilja vakna. Þannig að einmitt, ég get nýtt þetta öfugt. Ég get talað um eitthvað sem að hún hefur bara engan áhuga á og bara svæft hana. Sorry, það finnst engum séreignarsparnaður áhugaverður. Engum. Finnst ykkur, ég veit ekki eins og hvað er. Það er til bankafólk sem finnst það. Það er bara því að þau heyrir ekkert annað. Ég trú ekki að þeim finnst það í alveg. Mér finnst það alveg smá áhugavert. Nei. Og ég ætla að segja ykkur af hverju. Ég er að tjóka. Það er alveg hér. Herru, er hlutverkaskiptingin jöfn í eitthvað sambandi? Dísa? Hvað? Finnst þið það ekki eða? Mér finnst það. Mér finnst hún jöfn.
Jú, hún mjög jöfn. Já, en þú veist, hún mjög skýr, en hún mjög jöfn. Já, sko, Dísa tekur þvottinn og ég tek eldhúsið. Ok. Ég bara með þvottahúsið og þú veist, en ég líka skilur, ég passa líka að setja föt á börnin okkar og þú veist, þetta dæmi. Mér finnst það svolítið eiga með, og þú sérð að kaupa í matinn og elda og ganga frá. Nice. Svo deilum við svona, þú veist. Sko, og það enda mjög sniðugt, af því að Dísa elskar að taka svona skúffur í gegn. Setja í plastbóks og skipuleggja. Taka til þá, frekar en að þrífa. Já, taka til frekar. Já, ég meira eitthvað þrífa, bara hlaupa hringi kringum íbúðina og ryksuga og þurrka á og svoleiðis. Það er annarkvort. Já. En þið, hvað þið? Ég taka til. Ég þrífa, ég hata að taka til. Ok. Ég veit hvað taka til. Þrífa, gera allt hreint og já, líka bara gott workout, skilja, ryksuga. Það líka að taka til og lappa hérna og setja henni herbergi. Nei, þú bara að brjóta saman, bara eitthvað, og það svo mikið, svo overwhelming. Já, það svolítið overwhelming, sko, það það, sko. Ég enda mjög góður í að svona snurfusa, sko. Hvað það? Það svona ekki beint að taka, jú, það eiginlega að taka til, en það svona surface bara. Já, bara svona, þannig að það ekki allt spikk og span, en það lítur ekki út eins og, þú veist, eitthvað ógeð. Já, þetta svona, ok, það einhver að koma í heimsókn eftir kortir, mamma að koma hérna, ok, fuck, svo það að gera eitthvað. Það mjög góður kostur. Ég nefnilega ekki góð því ef ég að fara að taka til, þá þarf ég bara 7 klukkutíma og ég bara... Og taka daginn frá, sko. En ég samt að trúðin í skápin og þú mátt ekki opna hann, skilur. Nei, en við vorum að fá einmitt gesti daginn og Dísa tók bara baðherbergið. Já, ég líka svolítið með baðherbergið. Og ég bara svona, tók allt hitt. Bara svona hratt og vá, ég get ekki eðlilega eitthvað. Nei, ég er að segja Dísa tók baðherbergið sem minnsta herbergið. Dísa meira vandvirk en ég. Þú veist, taka þetta vel. Hún gerir hlutina mikið betur. Sem þarf líka að vera mjög hreint. Svo kemur inn á baðherbergið og það bara geggjulykt og það glansar allt. Já, einmitt. En yfirleitt líka baðherbergi í rúst út af mér, þú veist, við erum bara konur, skilur við, þú veist, það bara make-up og hérna Dysonin og ég er bara með eina svona einhverja 15 ára gamla Adidas tösku, svona snirtitösku og það bara mitt dót. Það bara svona, hún í skúffu og svo á Dísa restina. Þetta var með skúffu? Þú ég gerir við bensatösku? Ég tek hana og ég kasti henni upp á speginu og það hann að segja hann að dæla hann svo há hann bara næri en ég bara tek hann af því ég næri ekki hann upp ég bara kasti henni upp af því að allt hitti mitt nákvæmlega, þetta bara mjög eðlilegt skúffu, það er þakkláttur nákvæmlega þú veist, á skúffu það vissulega líka dót í þessari skúfu sem ég á já, en hún kemst með pláss í skúfu ég get sett svona töskunum mína ofan á körfuna sem með það er meira en ég get sagt sko já, ok já, ég bara komið vel út úr þessu ég bara ánægð með þetta ok, hver svona planarinn og hver go with the flow? Þetta góð spurning já, það sko, ég alveg planarinn en ég bara svo chaotic að þú verður einhvern veginn alltaf að taka boltan já, þetta gott svar. Þú veist, ég vil hafa plan, ég vil hafa, þú veist, eins og við erum að fara til útlandi, ég vil bara vera búin að skipuleggja allt, þú veist, og bara svona on daily basis, þá fæ ég kviðakast ef það ekki allt í dagatalinu. Já. Af því ég þarf bara svo mikið á því að halda, sko. En það endar yfirleitt á því að þú þarft að því ég verð bara, þú veist, ef það er mikið álag, sko. Kannski ekki svona frá degi til dags. Sko, já, svona, þú veist, eins og þau verum í söngvakeppninni. Það var bara ekstra mikið álag á heimilinu og bara öllu. Þá þarf bara alltaf verið í dagatali og bara mjög skipulagt, sko. En kannski erum við bara bæði, þú veist, við erum kannski bara bæði smá planarar og bæði smá go with the flow. Já, mögulega. Já. Má svara því? Já, okay, of course. Ok, lýsi maganinum í 3 orðum. Dísa, þetta er erfitt. Ok, ég lýsa þér í 3 orðum. Ég myndi segja einlægur, traustur og jarðbundin. Já. Þetta er góð orð. Þetta er góð orð, já. Það er mjög góð orð. Þú ert, sko, ég ætla alltaf að segja fyrst ógeðslega fyndin. Já. Húmóristi. Ok. Mjög traust og ég ætla að segja hvað er orðið? Eitthvað gott orð? Nei, sko, þú ert það er svona mikil drifkraftur í þér. Já. Þú veist, þú bara svona
mikil orka sem er svo geggjað. Manni leiðist aldrei og það mjög jákvætt. Það mjög gott. Ok, kannski ekki þegar maður komin á kottan, þá þarf maður ekki miklu orku, en þú veist, þú bara dugleg, bara sjúklega dugleg og það mikil orki sko. Ok, mjög gott. Já, það var mjög skemmtilegt. Ok, hver einn hlutur sem makiðinn gerir sem hann elskar í laumi en myndi ekki segja við þig? Býtu, ég skildi ekki þessu spurningu. Sko, ok, býtu. Ok, þú veist... Þannig að þetta vandamáli með íslensku. Það er meika mér sens á ensku. Hvað eitthvað sem að, þú veist, eitthvað sem að Júlí gerir kannski. Já. Sem að þú elskar, en þú myndir ekki samt segja það við hann. Já. Ok, eitthvað sem ég elskar. Eitthvað sem er pirrandi en samt einhvern veginn þú fílar, skilur. Já. Vá, oh my god. Það er svo skrítið svar í kollinum á mér, sko. Hvað, sem ég ætti að segja? Nei, sem að ég ætla að segja, sko, en ég veit ekki hvort ég geti sagt það, sko. Ég held þú getur alveg. Já, erum ekki bara að dvinna. Þau kötti þetta bara út, það kemur skrítin svipur á hana. Nei, þú þarf að byrja, þá fæ ég kannski inn. Nei, þetta er skrítið svar, sko. Nei, þetta er það ekki. Er hægt að kötta út? Já, það er hægt. Segðu það þá. Og þá köttu það bara ef ég öskra á þig. Nei, hvað? Sko, þú ert Ég er stressuð. Hvað ætlar að segja? Já, þú var alltaf að samloka hana. Ég var stressuð, sko. Dísa er alltaf, sko, hún er alltaf mjög fáklædd heima. Svo pirrandi en samt svona, ok. Já, að ég er eitthvað að hugsa bara svona fuck, nágræðin bara horfinu gluggan og hún er bara eitthvað hérna, bara var að koma styrtu og hún er bara í sínum ein heimi og hún er ekkert að pæla. Ég nenni ekkert mikið að vera í fötum. Það er bara mjög skiljanlegt. Já. Þú veist, ég verð bara overstimulated í fötum, þannig að þú veist, ég er ekkert að fara kannski eitthvað fljótt í föt, minnur við. Nei. Kannski ekki alltaf alveg allsbjörn. Nei, þú ert það ekki, en stundum bara gleymir þér. Mér finnst það bara Mér finnst það svolítið gaman, sko. Já, ok, þetta er heiðalegt. Þetta er heiðalegt og gott svar, já, ég fíla. Hvað er þá, eitthvað sem að, ég veit ekki að þú, já, byttu nú þig. Já, ok, ég veit hvað það er. Ok. Held ég veit ekki hvort þessi gott svar. Er ekki eitthvað sem að hann, já, ok. Það er, held ég, að þú, sko, dettur rosalega, auðvitað út. Þú veist, ef það er sjónvarp í gangi eða eitthvað, þá bara er alveg sama eða bara, þú veist, strákarnir að horfa á blæju, skilur við, þá ert þú bara dottin inn í bara, þú veist, söguna í barnaefninu eða þú veist, hvað, það bara skiptir ekki máli. Blæja er enda rosalega gott barnaefni, en þú veist, bara alveg sama, bara eitthvað mynd einmitt á RÚV sem enginn er að horfa á en þú svona, þú getur bara dottið inn í, alveg sama hvað, það þarf ekki eins og að vera skemmtilegt eða spennandi, þú bara svona sónar út og horfir á það og mér finnst það, í fyrsta leið finnst mér það bara geggjað að geta bara svona slögt, veit þið, það þarf alltaf að vera svo mikið í gangi til þess að ég haldi í fókus, þannig mér finnst það geggjaður eiginleiki og mér finnst það líka stundur svolítið næs af því að þá ertu ekki að dæma mig fyrir að vera að skrolla bara eitthvað í símanum í, þú veist. Já, hann er að horfa. Já, ég get verið bara eitthvað, ok, hann er bara dottin í þetta og svona, mér finnst það næs. Þetta er líka bara næs fyrir þig, ég meina, þú dettur inn í einhvern þátt og bara, þetta er geggjaður þáttur. Þú getur basically bara sett hann á stað í sjónvarpinu og ég bara, já, það er svo, mér er svo gætt. Og þú veist, bara dettur alveg inn í þáttinn. Það er alveg sem hvaða rusl það er, sko. Ég þarf ekki að hafa áhuga, ég bara, það er alveg næs, já. Þetta er kannski að taka uppgjörið þitt, kottauppgjörið, á vídeo, setja það upp í sjónvarpi fyrir hann. Þá kannski nær að hlusta á það. Þetta er enda frábær pæling. Þá verður bara, heyra allt sem þú ert að segja. Ég meðtökum þetta allt saman. Þetta er geggjur pæling, sko. Þetta er mjög gott. Þið hugsið í lausnum. Já, ég fíla það. Bara, sko. Hvor ykkar er meiri eyðslukló? Ég, það ekki. Jú. Já, það er bara þannig. Er það ekki classic líka? Jú, það er algengt. Þú bara gætir, þú þyrftir ekki að eða peningum í neitt nema bara, þú veist, helstu nauðsynjar. Þú hefur bara enga þörf. Ég er svo ógeðslega praktískur og mér finnst sko oft bara ég ekki þurf, þú veist, eins og föt fyrir mig
Dísa bara sér þetta. Nei, já, ég veit það, en ég er bara að tala út frá mér, þú veist, þú bara sérð fötina því að ég fer ekki inn í búð og ég fæ alltaf svona eitthvað, það ég að borga fyrir það, þú veist, mér finnst það óþægilegt, leðilegt. Ég held samt að það til fullt af karlmönnum þarna úti sem eru með svona tækni og véladell. Já, þú ert ekki með það. Þeir eru meiri spreðarar heldur en til dæmis eins og ég. Þú ert ekki með þannig dellu. Nei, það er hvorki... Guði sé lof, annars værum við bara gjaldþrota. Hvorki tölvur, þú veist, mótorhjól eða nokkuð svoleið, sko. Þannig að það kannski bjargar mér frá þessu. Já, þú ert ekki með neina svona, nei. Er líka fólk í gólfi, er það ekki hella dýrt? Jú, en maður ekki bara að gera það þegar maður er á reyn. Dræfar eitthvað. Já, nei, það er svona gólffötin og dyrhóðna og þær eru eitthvað mega dýrar og eitthvað. Sumir er svo drullbara hvernig það lítið út í gólfinu. Já, en er maður samt ekki farin að spila golf bara þegar maður er komin á fín laun og þú veist orðin bara 45 eða? Já, er það ekki? Ég veit það ekki, nei, er það? Jú, kannski, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Ég er ekki... Mikið ungum drengjum líka sem eru svona fjármála með eitthvað. Já. Fara að fundi með þessu stóru köllum. Þeir spreið alveg, sko. Já. Svona bara bindi og Já, algjörlega. Ég er rosa glöð að þú sért ekki með eitthvað svona áhagamál. Nei. Ég er bara guðslegandi fegin, sko. Það er bara tónlistin, en ég meina það er alveg dýrt grín, sko. Það er þetta rétt, já. Það er ekkit ódýrt að búa til eitt lag. Það er bara 400.000 kall eða eitthvað, þú veist. Þannig að svo bara er þetta lag að fara að fljúga eða ekki. Kannski var ég að henda hérna 350.000 krónum í eitthvað lag sem að fær síðan enga spilun og engin hlustar á. En það er samt gefið þér svo, þú veist, mér finnst ég tek það aldrei með því það er bara, það gefið þér svo mikið bara, þú veist, andlega, þú veist, að vera bara til, þannig að mér finnst það vera bara, ekki það gefið mér mjög mikið andlega að kaupa föt. Já, ég er samlaður það, já. En tónlistin er vissulega svona minn sálfræðingur, sko. Já. Þú veist, ég fæ aðeins að bara svona útrás fyrir því, sko. En ég er svarið, sem sagt, ég Já, þú Lengar sambandi þá Já, þú aðeins meira. Ok, ef þetta velja ykkur einn raunveruleika þátt til þess að fara í, hvað þáttu væri það? Sem par þó. Sem par? Sem par, já. Já, bara svona eins og Survivor eða, þú veist. Já, ég hugsaði strax Survivor, sko. Ekki, þú veist, myndið þú ekki vilja fara í Survivor? Mér finnst það samt scary tilhugsun, en ég var sjúklega til að, þú veist, ég man bara þegar maður var að horfa á þetta, að ég var til að gera það. Sko, ég var til að fara í hana Fear Factor. Ég hugsaði Fear Factor. Já, ég var bara að gleyma því. Það voru sick þættir. Já. Og bara, þeir voru sick, þú veist, bara verið með hausinn yfir kassa og það eru bara ykkur spóndrekar og eitthvað. Nei, ég hugsaði það bara. Ég myndi ekki vilja fara þangað. Heyrðu, ég ætla að breyta, ég segi það líka. Ég var búin að gleyma þeim. Ég væri til að fara í Fear Factor. Eru það bara með engan kvíða eitthvað þannig? Jú, massívan kvíða, sko. Þannig að, en mér það bara... Hvað er það að velja þannig? Það er eitthvað sjálfseyðingakvöld bara, þú veist, bara eitthvað svona augra sér eitthvað. Ég var svona stöðar 2 strákur, sko. Það var alltaf stöð 2 heima á mér. Þannig að, þú veist, ég horfði held ég aldrei á þetta hana... Survivor. Það var skjá einu. En ég horfði líka á Fear Factor. Mér varst það ekki. Ég er líka bara svo rosalega mikið keppniskap. Ég held að við ættum bara góða möguleika í Fear Factor. Þá myndi ég sem bara velja Amazing Race eitthvað. Amazing Race? Já, þá þarf ég bara að hlaupa eitthvað, finna eitthvað, þú veist, ekki eitthvað. Það er reyndar fullkomið fyrir þig líka. Þú elskar að ferðast. Já, ég hef búin að gleyma þeim líka. Ok. Ég væri frekar til það. Alltaf breyta. Eist þess að vera eitthvað svona, ég setti hausinn í kóngulóbox. Já, ég myndi bara aldrei velja það. Nei, en þá myndi ég alltaf fyrir að senda Gunna í allt. Já, skilur, en maður er saman í liðinu sem að það megi. En þarna Wipeout þættirnir. Já. Það var líka stemming, sko. Já, þannig að hlaupa. Ég svona bolta og eitthvað. Já. Og íslenski þættir með þessu líka, ekki? Jú. Voru þeir ekki á Skjá einum? Ég man það ekki, það var geggjaði þættir fólk eitthvað svona henda sér á eitthvað svona bolta á svona þrautir. Já, vá, þetta hljómar allt geðt vel, við verðum til þetta allt. Bara, við gerum þetta allt. Já. Bara semja, hvað sem er. Það er þetta mjög gott, sko. Hvert væri drauma áfangastæðurinn ykkar? Ferða áfangastæðurinn ykkar sem par? Á sama tíma. 3, 2, 1... Japan. Já, ok, gaman. Er það ekki? Jú. Svo á sama tíma, er það ekki? Við svörum þessar spurningu daginn, sko. Já. Þá sögðum við sikkert hlutin, en það var að þið vorum ekki að... Ég miskildi spurningu. Já, þú gerði það. Eins og svo oft. En já, Japan, það er svona drauma. Já. Ég mest skrýta ætti að vera eitthvað annar land, nei. Japan er bara toppurinn, held ég. Já, hafið þið farið til Japan? Nei, mér langar mjög mikið. Hópferð.
Já, hope fair. Let's go. The mission is. Ok, eru þið meira fyrir casual dates at home eða fitness dinner dates á veitingastöðum? Sko, hvað er bara helmingurinn ensku? Það er bara ég. Já. Ég segi casual heima. Sko, já, það er alveg næs. Það er alveg gott. Þú fílar heitt meira. Og eina ástæðan er bara einfallega svo að þá þarf ég ekki að ganga frá eftir matinn. Þetta kemur líka mjög illa fyrir mig. Nei, ég bara þú veist, ég elda og ég þarf að ganga frá, þannig að það svona tekur smá fútið úr þessu, sko. Þannig að ég kýst að frekar að láta einhvern atvinnukokk og einhvern atvinnuþjón bara þjóna okkur. Og líka bara, þú veist, það þarf ekki að hlaupa inn í herbergi til þess að tjekka á barni að það byrjar að gráta. Ég er bara að hugsa, þetta er svona aðeins meiri afslöpun. Já, svona tilbreyting. Já, tilbreyting og svona aðeins, þú veist. Já, ég skil að þú veljir það. En ég vel samt hitt. Já. En bæði er æði. Já. Var ég stuði frá hana hvort stundum bara. Já. Virkilega. Ekki? Já. En þetta konklútar allavega spurningarna sem við vorum með. Ok. Við glemdum að fara yfir þetta. Reynum að gera þetta og Þórdís, þú verður bara ógeðslega heiðarleg. Að við ætlum að vera búin að spyrja þig, fá svöruðin og sjá hvort það myndi segja rétt. Já, ok. Þetta eru 5 spurningar. Ok. Þannig að þú átt basically að vita svarið við þessu. Ok. Hvað blóm eru í uppáhaldi? Nei. Jú, bóndarósir. Er það rétt? Já. Þú heldur mikið upp á það og brúðarslör, svona, heita það ekki? Jú, já. Þú heldur upp á það. Já, þetta er bara, bóndarósir. En hún elskar samt bara eiginlega öll blóm. Já. Það er samt svona ákveðin blóm sem eru svona, hún vill fá í blómundin. Já, sammála, já, þetta er rétt. Komið 1 stig. Hvort myndi hún frekar vilja óvænt ferð þar sem engin plön, bara slökun, eða mjög plönuð og mjög skipulög ferð? Mjög plönuð, mjög skipulög og alveg bara við þurfum helst að vera á hlaupum allan tíman að skoða allt. Ok. Er það rétt? Já, það er bara nákvæmlega þannig, sko. Við fórum eins og til Tenerife og ég var bara eftir 3 daga var ég bara, heyrðu, ég er góð, ég vil fara heim núna. Já. Það var bara ekkert að gera. Dísa mín, þú varst náttúrulega sko kasólétt. Já, ég var komið 36 vikur eða eitthvað, en ég er með það samt leðilegt. Já. En já, ok. Þannig að mitt þetta var auðvelt. Hvert er hennar stærsta ykk? Hjá mér? Eða bara almennt? Bara almennt. Ég veit alveg hvað það er hjá mér. Hún hatar þegar ég... Þú verður. Ég verður að gera það, sko. Þannig að, sko, ég er alltaf með svo mikinn fótapyrring. Vitið þið hvaða koncept það er? Ég er ekki svona alltaf eitthvað... Lappirnar bara svona, þú veist, og ef ég leggst upp í rúm og er að fara að sofa... Það er eitthvað svona magnesiumskortur eða eitthvað. Já, það er svona kippi. Nei, Dísa gerir það, sko. Óléttar konur upplifa þetta oft. Ég fyrst þetta svona fótapyrringur. Og það er bara eins og að sé að, þú veist, eins og að sé einhver búin að hella olíu yfir tærnar á mér og kveikið þeim, þú veist. Hann er með svo mikinn fótapyrring alltaf. Bara alveg að drepast, sko. Og þá er ég svona eitthvað að íta tánum saman, nöglunum og svona, og hún hefur bara svona astnalega hljóð, sorry. Já, bara svona nutta löpunum saman undir senginni og hún hatar það. Ég heyri svona neglu Ói, ekki fá ekki silki rúmföt þá. Hvað segir þú? Nei, ekki, við erum með silki rúmföt. Nei, við erum ekki með, nei. En hefur komið gat í lagið? Já, það er ekki bara gatt á lakinu núna. Það er svona gat svona neðst á tannum. Já, einmitt, það er bara mjög oft gat, ég held að það sé gat á öllum lökunum okkar hjá tánum. Ég er ekki að djóka núna, sko. Það veist alltaf hvað það snýr alltaf. Já. Þetta er hræðilegt, sko. Þetta er, já. Ég þolið ekki. Ég líka enda áður mig fyrir að sofa, þá er eiginlega síðan sem ég segi alltaf hættu með fætnar. Já, hættu þessu. En sko, já, spurningin var samt ekki nákvæmlega hvað er hjá mér. Jú, það má alveg vera. Já. Þetta er bara fullt, af því þetta er bara, þegar hún sagði ykk, þá var þetta fyrsta sem ég hugsaði, sko. Ok, þá er þetta rétt svar. Já. Þú ert að fara að rústa þessu. Það er ég ekki að gera þetta líka, segja. Nei, þetta er bara... Vá, góð að sleppa vel. Reynda, sko, við gerum þetta stundum í gegnum TikTok og þú svarar yfirleitt rétt, sko. Já, að komast inn í svona TikTok eitthvað sem svaraði þessum spurningum kærstæðin, eitthvað svona. Já. Þú getur ekki svarað þessu og þarf að kaupa PlayStation eitthvað svona kærstæðin. Ef að Þórdís er heimsfræg fyrir eitthvað, hvað væri það?
söng. Já. What? Ok, ég ætla ekki að segja það. Eða leikona. Það heldur ekki að segja það. Nei, ef ég heimsfræg, þú veist, ég veit ég alveg, þú veist, ég hef alveg hæfileika en þú veist, róum okkur á heimsfrægð. Þú veist, bara komast í heimsfréttirnar. Ég held að það væri bara eitthvað fyrir að eiga stærsta boxasafn í heimi eða eitthvað, þú veist. Veistu hvað við? Já, þetta er þetta mjög góð punktur. En ég hef bara mikla trú á það. Stærsta skósafn eða eitthvað svona, þú veist, ég ógeðslega mikið að skóm. Svona Guinness. Já, sko, þú veist, já, ég bara hef meiri trú á það heldur en að þú sért með einhver fucking box, sko. Já, ok, ég held að hitt make meira sens að hún verði heimsfræg kvikmyndastjarna eða söngkona. Já, ok. Já, þetta er samt, já. Ég var bara, ég er rosalega mikið af plastbóksum og rosalega mikið af skóm. En það hefur ógeðslega leiðilegt að hann það er örgulega fyrir hvað hann á marga skó og þú bara, ég er söngkona og leikona og hvað að þér. Ég svaraði rétt. Já, það er rétt, þetta var mjög vel gert, já. Það var eiginlega hægt að, já. En hvernig myndi Þórdís lýsa henni fullkomna deiti? Þetta er góð spurning. Greinilega heima, bara eitthvað. Já, sko, þú ert samt, sko, já, þetta er pæling, sko. Þú ert mikil félagsvera. Þér finnst samt alveg næst þegar við erum bara 2. En ég held, sko, að fullkomið date væri að við færum 2 einhvert, myndum borða góðan mat, kannski fyrir það búin að fara í smá spa eða eitthvað. Síðan myndum við fara að hitta vini okkar. Bara smá spa samt. Já, eitthvað svona spa, þú veist, nudd og eitthvað bara, þú veist, og fáum okkur eitthvað gott að borða saman. Svo fyrir við að hittum vini okkar og verður svona meiri stemming, sko. Svo komum við heim og já, klárum kvöldið. Ég fyrir úr allir fötunum og eins og þú gerir alltaf og kveikir á blæju og Oj, það var hæðilegt. Þetta tekið úr samingi bara cancelled. Þetta er mjög gott, já. En já, það er cirka bát þannig, sko. Ok, fyrsta sem ég hugsaði, þetta er samt hljóma mjög vel. Á ég ekki að segja hvað það verið rétt, já. Helgarferð eða? Já, það var fyrsta sem ég hugsaði, en það er kannski svona high maintenance. Já, það er svolítið svona... En það er fullkomið date. Já, þetta er fullkomið date, ok. Já. Þá er það helgarferð. Já. Og ekki, sko, ég held að við myndum örgulega að fara eitthvað svona, í helgarferð eitthvað svona aðeins meira, þú vilt alltaf hafa allt svo spes, þú ert búin að, sko, hún vil tekka út öll löndin sem hún fer til, sko. Þannig að hún myndi vilja fara eitthvað helgarferð á eitthvað svona Skrítinn stað, kannski, meira. Serbíu, eða eitthvað. Já, ég skil. Já. Ekki bara eitthvað svona, skellum okkur til London eða eitthvað. Nei, það þyrfti að vera Bosnía eða... Mér búin að fara til Bosnía. Já, þá er það farið. Það er Serbía næst. Já, þetta er einmitt, já, algjörlega. Hvað eru Eurovision í ár? Sviss. Já, hafið þið farað þangað? Nei. Já. Ok. Þú ert náttúrulega búin að túra alla Evrópu með systruðinum. Já, einmitt, já. Þannig ég er búin með svolítið mörg lönd, sko. Í Evrópu. Það er ekki mikið eftir, sko. Af löndum. Ekki í Evrópu, nei. En alveg nokkur samt sem við þurfum að fara að vinna í. Við þurfum að fara að vinna okkur niður listan. Þetta er Portugal. Já, Portugal. Ég er ekki komið þangað. Það er galið, sko. Það er nú ekkert... Ég er að fara þangað í júní samt. Ég ætla að fara í júní. Ég var búin að segja það. Hún var ekki búin að segja það? Það er ekki kalendur. En nei, ok, þú stóðst þig mjög vel. Þetta eru 3 af 5. Já, mjög gott. Fekk ég bara 3? Já, þú ferðir henni ekki fyrir heimsfræða þegar hún hefði sagt annað. Já, en ég var bara með eitthvað trúðasvar. Já, en því er rétt sem kærasti. Já, Boxum? Ég hugsa heimsfræð, skilur ég, þú veist. Og svo deytið. Já. En þú svaraði mjög vel samt. Mjög vel, já. Þú fær rétt sem kærasti, skilur. Já, það er það sem skiptir mestu máli. Mjög dónulegt, það er ekki sagt. Ekki pöpkusinu. En við ætlum bara að segja takk fyrir að koma í tilboði. Það var ógeðslega fá okkur. Já, mjög skemmtilegt. Já, þetta var æði. Draumur að rætast. En gaman að fá svona innsýn inn í annarra manna samband, sko. Það er mjög gaman. Og við segjum bara að gangi ykkur vel í söngvakefnisævintýrinu. Takk fyrir það. Við sunnum allar að fylgjast vel með. Já, við fylgjast með skjánum. Ef við förum út, þá kemur við bara með. Þá kem ég með. Þá bara farið þetta bara beint í æð. Já,
það væri TV. Það væri TV, og þetta bara geirnelt hér. Já, það ákveðið. Þú verður hlut af teiminu ef við förum út. Og það þyrftu bara að vera myndavel á henni, bara að hún væri alveg í bara nýjum menningaheim. Þú væri bara... Ég sé fyrirsagnirnar og bara trailerinn fyrir þáttinn, ég sé þetta allt fyrir mér, strax. Ég ætla að vera bara number one fan eftir þetta. Já, 100%. Þegar þú, when you dig deep, þá ertu alveg deep þar. Já, ég er fan, Hvenær er Eurovision? Mæ, einhvern tímann. Mæ. Já. Þetta er næst. Takk tíma frá. Ég er búinn. En fólk þarf vissulega að kjósa okkur svo að geti látið þetta gerast. Ég er ekki að djóka með þetta, ég ætla að seal the deal. Við erum að fara, það handshake, Ég er að fara til Sviss. Það er geðveikt. Herðu, bara takk æðislega fyrir okkur og gangi ykkur ógeðslega vel. Takk fyrir það.